Sælöt og velkomin í þessa yfirferð. Í dag ætlum við að kafa ofan í málfræði fyrirbæri sem vægast sagt heillandi en hefur samt reynst stórkostlegur þröskuldur fyrir ótrúlega marga sem að læra ensku. Við erum nefnilega að fara að afhjúpa rökfræðina á bak við það sem á ensku kallast causatives eða áhrifssagnir. Þetta þegar við fáum einhvern annan til að gera eitthvað fyrir okkur. Þetta vefst oft fyrir fólki en eftir að þessa kynningu lofa ég að þetta púsluspil verður algjörlega kristaltært og rökrétt. Vindum okkur þá beint í þetta. Pælið aðeins í þessu. Hvað gerist eiginlega þegar maður reynir að þýða heimsókn á hárgrísustofuna orðrétt yfir á ensku? Þetta er alveg klassísk staða. Maður gengur glaður út af stofunni, nýkliftur og fín og ætlar að segja heiminum frá því. En þýðingin, hún snýst bara algjörlega í höndunum á manni. Við þekkjum þetta fullkomna dæmi. Að segja einfaldlega I cut my hair hljómar fullkomlega eðlilega og rökríkt í mörgum tungumálum. En hjá innfæðum enskumálandi, hjá þeim teiknast upp þessu ótrúlega fáránlega mynd í huganum. Þeir sjá mann bókstaflega fyrir sér, grátandi fyrir framann baðverðarbyssuspeilin með eldjúrskærin alveg afti að hakka af sér hári sjálfur. Það er svo sannarlega ekki svo mynd sem við vildum draga upp það. Og þetta sýnir aðal vandamóðið sem við erum að glíma við á alveg frábæran hátt. Sko, í mörgum tungumálum dugar bara að breyta einu litlu smáorði eða smávegilegri endingu til þess að sýna fagmaðurinn hafi tekið að sér verkið. En enskan? Nei, hún krefst alveg nýjara rökfræði. Þegar einhver annar sér dæmið, verðum við að kasta gömlu setninguppbyggingunni algjörlega út gluggann. Það dugar einfallega ekki að nota sömu sagnir og þegar við gerum hlutana sjálf. Kjarnin í þessari nýju ensku rökfræði er nefnilega þessi og þetta er virkilega snjallt. Í stað þess að einblína á að framkvæma verkið snýst hugsunin að maður eigi eða hafi hina fullkláraður framkvæmt í höndunum og þetta gildir hvort sem einhver annar gerir það fyrir peninga á stofunni sem vinagreiða eða jafnvel bara af því maður skipaðum að gera það. Niðurstaðan er svo sama. Verkið er klárað og maður á útkomuna jafnvel þótt maður hafi ekki lyft litla fingri til að gera það sjálfur. Berum þetta aðeins saman því hér verður þetta virkilega skýrt. Öðrum megin erum við með verkið framkvæmt persónlega. I repaired my car, en hinum megin á hlið B er atvinnumaður látin sjá málið. I had my car repaired. Þessi tvö dæmi endurspegla tvo algjörlega ólíka heima þegar kemur að ábyrgð og vinnuframlagi. Ef við tökum fyrir hliðina fyrir, hlið A, þá hlýtur maður bara að brosa. I repaired my car þýðir alveg bókstaflega í hugum enskum mælandi fólks að eigandinn hafi drattast í bláu smekkbuxurnar, orðið skítugur á höndunum, lagst á gólfið og skriðir undir bílinn með skiptilíkil. Svo ef þetta var ekki raunin og bílinn fór bara á verkstæði, þá er þessi setning kolrang og hreinlega mjög villandi. Svo hvernig búum við þetta til án þess að lenda í ógöngum? Þetta byggist upp á enga sniðugri töffra formólu sem tryggir fullkomnar setningar í hvert einasta skipti. Hún er byggð upp í 4 einföldum skrefum. Fyrst kemur gerendin, svo kemur hjálparsöllin have eða get, næst andlagið, það sem er verið að vinna með eins og hárið eða bíllinn og loks í 4. sæti kemur aðalsögnin sjálf, alltaf í 3. mynd eða lýsingarætti þáttíðar. Engar undantekningar. Hvað svo þegar við erum að hoppa á tímalínunni? Þátíð, nútíð, framtíð. Það er miklu einfaldara en margir halda. Af hverju? Af því að það er aðeins eitt orð sem breytist til að passa við tímalínuna og það er bara hjálparsögnin have. Í þátíð segir maður I had my house painted, í yfirstandandi nútíð I am having my house painted og framtíðin er I will have my house painted. Restin af formúlunni haggast ekki. Takið sérstaklega vel eftir þessari staðrend því hún skiptir öllu máli. Aðgeða orðið í lokin, sjálf aðalsögnin í 3. mynd, hún breytist aldrei. Hún stendur alltaf steinissa, alveg sama hvenar atburðurinn gerðist. Þetta er svona akkeri í málsgreininni sem gerir það ótrúlega mikið auðveldara að kasta fram þessum setningum alveg hygglust og miklu öryggi. En þá hlýtur að vakna önnur spurning sem eflaust leitar á ykkur. Við erum búin að vera að tala bæði have og get til skiptis og þær nota báðar nákvæmlega sömu formúlu. Er þá einhver reynverlegur munur á þeim eða bara smekksatriði hvenær maður nota hvora? Við skulum aðeins brjóta þetta niður. Þetta snýst sko miklu meir tónin, menninguna og samhengið heldur en einhverja kalda málfræði. Have er mun formlegra, alvarlegra og notað yfirleitt þegar við erum að versla við fagfólk. Get er aftur á móti fullkomið í afslöpuðu götuspjalli. En, og þetta er stórt en, get er líka sögnin sem við grípum alltaf til þegar við lendum í einhverju slæmu, slísum eða óhöppum sem koma flatt upp á okkur og eru utan okkar stjórnar.
Til að gera þetta algjörlega kristaltært, skoðum þetta dæmi. I had my teeth checked. Hér höfum við mjög hófstilta, faglega og formlega notkun. Við göngum inn á læknastofu, við sínum virðingu og notum faglega þjónustu. Þess vegna slir haf alveg hárréttan tón hérna. Það bara hljóma rétt í þessu samhengi. En kíkjum á hitt dæmið. I got my phone stolen. Það væri náttúrulega stórfurðilegt og hreinlega hálf spaukilegt að nota have hérna. Maður bað nú varla fagmanns sérstaklega að stela símanum sinum. Af því að þetta var óvænt og ömurlegt atvik sem enginn stjórnaði, þá passa gett alveg náttúrulega hér til að lýsa ástandinu. Tökum þetta þá allt saman í 3 alveg gullnar reglur sem gott að hafa á bakvið eirað. Númer 1. Aldrei nokkun tíman segja að þið hafi gett hlutin sjálf ef annar sáum hann, annars endiði með skærin fyrir framann speilin. Númer 2. Smegið, hafið að gett ásamt andlæginu beint inn í miðjuna á setningunni. Og númer 3. Kastið alltaf sagnorðinu í 3. mynd aftast. Þetta allur galdurinn við að hljóma nákvæmlega eins svo innfætur. Og þá erum við komin að lokum þessari yfirferðar. Þegar maður svona kafar ofan í þessara rökréttu en oft duldum reglur, verður máli allt í einu svo miklu skemmtilegra. En þetta fær mann vissilega til að hugsa. Hvaða önnur hversdagslegar ensk orðasambönd eða setningar erum við kannski að þýða allt of bókstaflega í hausnum á okkur á hverju minnasta degi og hversi margir bráðfundnir misskilningar gætu vera að eiga sér stað akkurat núna út af því. Það svo sannarlega eitthvað til að velta fyrir sér þar til við tökumst á við næstu málfræðigátu. Takk fyrir að vera með. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.